þegar Teslan verður fyrir skrámu og hafa autocenter rámu. Vá, þetta slagur. Þetta slagur, þetta það sem þeir eru að vinna með. En það engin færari á landinu. Nei, bara þetta ekki sérstaklega flókið, sko. Ef þú varst fyrir tjónu og þú átt Tesla, það var bara autocenter. Ég held að það ætlar að rýma líka. Já. Ef þú varst fyrir tjónu og átt Tesla, eða þú ert meira í hálfrýminu. Já. Serrano á toppnum síðan 2002. Já, ég fór á Serrano í hádeginu. Mexíkó, matur, það minn uppáhaldsmatur. Já, ég verði eiginlega að taka til það. Þakkláttur fyrir að vera með góða mexíkóska mat á Íslandi, þökkum herramönnunum í Serrano þar. Gerum það. Og herrakonunum. Orkan náttúrunnar. Og það auðvitað bara UN-appið. Já, það málið í dag. Það engin Íslendingur sem ekki með það app í dag. Ég trúi þínum alltaf. Ég sótti einhvern tímann eitthvað grænt lufsu app. Og það bara virkaði ekki. Nei, eðlilegt. Þá hugsa ég, vá hvað ég þakkláttur fyrir það. Hvað UN-appið virka vel. Alltaf. Já. Bara besta appið á landinu og bestu helstustöðunar. Já, Sundhöllin, orkustöðvar, ég veit ekki hvað og hvað. En svo það auðvitað strúktúr og það Nordic Clickfalsin. Það læst stálklæðning á þak og veggi. Clickfals dönsk hágæðaframleiðsla. Ég er búin að fá mikið af spurningum, þannig bara fínt að ávarpa það núna. Já, segðu það bara. Hvað Nordic Clickfals nákvæmlega? Hvað það? Klæðning, þessum festingar, skrúður og hnóðir og að mestuleyti falin. Útgáman klassísk og stílhrein klæðning. Já, ég skil. Sem að sjálfsögðu eins og að hina vörurnar hjá strúktúr. Já, það rétt. Á hagstæða verði. Já, komið heil og sæl og verið velkomin í það númer 210 og það vel við. En þetta sá stærsti so far. Gæti verið sá stærsti so far. Já, ég held hann gæti ekki þetta að sé það. Já, hann bara hreinlega það. Gestur Chessef Dark í dag Róbert Wessman, forstjóri og eigandi Alvotech. Vertu hjartanlega velkomin. Bara kæra þakkir, gaman að vera með ykkur. Já, þetta hafðist hjá okkur. Miklu frekar. Já, hvað var þetta? Ár? Ég held meira, sko. Þetta var rúmlega meðganga, sko. Ég held myndi fara að biðja nálgunarbanna með, sko. Það að vísi góðu hugmynd. Ég var eiginlega komin að því að bara komið þáttir. Þetta var alveg svakalega ákvörður, annað tveggja. Hugsaði ekkert, ég þarf ráðan að góða í vinnu. Það lætur mig ekki friði. Já, sko, ég var það náð mestum árangri en maður eins og hann, sko. Ég kalli þetta cable guy. Þú fær nei, og heldur áfram, fær nei. Þannig að þú ert með cable guy syndrom sem mjög gott. Já, ég hugsa bara í verstafalli fæði nei. Það til margt verra í heiminum með það, sko. Já, það gerist ekki öðruvísi. Nei, klárt. Mér langar að byrja þáttin áður en við förum í kjötið. Wessman, nafnið, hvaðan kemur þetta? Já, það er gott. Afi heitir, hann var Dani og kynnist ömmu á Íslandi. Hann fæddur uppalinn í Danmark og endar á Íslandi og við svona heldum nafninu áfram eftir að auðvitað pabbi Vilhelm Wessman og svo ákvaðan að halda því áfram þegar ég fæðist og börnin hans. Já, og þú haldið, ég hlusta aðeins á Hjörvar í dag, frábært viðtal, það sem að tala að fótboltaþjálfarinn, hann skildi ekkert í þessu. Nei, þetta var eiginlega alveg frábært, sko. Ég fór í fótbolta sem sagt í 8. flokk og eftir einhverja nokkra æfinga þá var ég kallaður afsíðis og það var sagt að nafnum mitt væri eitthvað skringilega skrifað og þyrfti eitthvað að laga þetta og ég náttúrulega 5 ára skildi ekkert hvað maðurinn var að fara og þá vantaði hvað son ég væri og hann sagði, hvað son ertu? Ég sagði, ég er ekki son, ég er mann, ég er Wessman og hann hélt áfram að kalla mig að ég hlyti að vera son og endunum þá spurði hann, hvað heitir pabbiðin? Og ég sagði Vilhelm, þannig að ég var skráður Róbert Vilhelmsson og verandi þrjóskur, ég náttúrulega kom bara heim og sagði mömmu, ég ætla aldrei að mæti fótbolta aftur. Nei. Þannig að ég endaði þarna Heiðari Ástalsinni í 10 ár, skráðu hangaða mömmu í staðinn. Tók brons, silfur og var það ekki gull líka. Jú. Skemmtilegt, laglegt. Og annað kannski, við erum ekki með neinar auglýsingar í þessum eftirlega. Nei. En ég verði að segja, þetta alveg sút á þér, Róbert. Þetta er góður. Ertu mikið fyrir jakkaföt eða? Ég, skal ég segja, nota aldrei jakkaföt nema þegar ég er í vinnu. Já. Og svona oft í vinnu ef ég er ekki á fundum þá er ég yfirleitt ekki jakkafötum heldur. Og ef maður tekur símahundana heima þá stundu setja maður jakkan á en í jafnvel á náttbuksunum undir. Þannig að ég er ekki ég nota yfirleitt aldrei bindið, ég held ég hef ekki notað í mjög mörg ár. Nei, einmitt. Ef við förum bara beint í aktavistíman, þar sem að þú varst forstjóri frá 1999 til 2008, umbreytir Aktavis úr litlu íslensku lyfjafyrirtæki í 4. stærsta samheitalyfjafyrirtæki heims, hvorki meira né minna.
þú ert einungis 30 árið 99. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var að vísu 29 og ég sagði öllum að ég væri 30, svo þóttu öllum mjög skrítið hálf árið seinna að ég átti 30 sammæli. En Ég skil það vel. ég var sem sagt að verða 30 og leit út fyrir að vera 15. Það var vandamálið og ég meirsa, og þetta er dagsönn saga, Alfarma sem að ég kaupi mörgum ára seinna fyrir $810 milljónir var eitt stærsta samheitalega fyrirtækið í Geirón, og þegar ég fór þangað til að kynna með sér nýja forstjóra, það var með risa ból á nefinu, sko. Og verandi 29 ára og lítið út þess að 15, það var ekki alveg, sko. En allavega, mér var boðið að koma til viðtal og það gekk bara fínt og endunum fekk ég tilboðum að byrja, hafði aldrei, vissi ekki neitt um líf. Og þótt þetta spennandi, mjög spennandi félag, var svona aðeins búin að hugsa hvað var hægt að gera með það og svona, þetta var svona úskipt fyrir mér að þetta væri allt saman í blóma, en svo þegar daginn sem ég byrja, þá kemst ég að því að það er bara baukurinn og tómur. Ok. Og veit ekki hvort ég hafi verið síðasti maður á Íslandi sem var boðið starfi sem loksins tók það, allavega endaði þannig, ég tók það, og það var svona eiginlega ekki hægt að skrapa fyrir laununum meir en 2 mánuði þegar ég kem inn. Já. Þannig að ég var búin að vinna í sumarstarfi hjá Búnaðarbankanum, þegar Jón Adolf og Stefán voru bankastjórar og ég veit ekki okkur, það kom til að mér þótti við hæfi sem sumarstarfsmaður að skrifa skýrslu og segja hvað þetta að gera til að reka hana banka almennilega. Og eins og sumarstarfsmenn gera. Já, bara eins og sumarstarfsmenn gera og hafa laut meðalans að útlána áhættu, útlána mati og hvernig lánveitingar voru gerðar og annað, og þeim leist vel á. Mér var búið vinna þar þegar ég útskrifast úr viðskiptafræðinni. Ég fór ekki þangað, ég fór í skipabransan. En svona, ég fer á fund hjá Stefáni og hann segir já, ég veit nú ekki alveg að lána, þetta eru $10 milljónir sem vantar bara til að geta rekið félagið og en ég man nú vel eftir sem sumarstarfsmenni, þannig að ég ætla að láta slagstanda. Þú voru að lofa mér því og borgið mig tilbaka. Og ég lofaði því auðvitað. Þannig að þetta var nú svona byrjunin og fyrsti starfsmannafundur var nú mjög eftirminnilegur. Þá var Otto B. Ólafsson, frábær maður, forstjóri og var semst að láta störfum, og Sigurður Heitin sem var stjórnarformaður, hann átti að kynna mig og lendi í einhver orðaskaki fyrirhandi forstjóra, þannig að þeir stóðu þarna út á miðju og allt staffið, 99 starfsmenn í kring að horfa á og orðið vandræðilegt, þannig að þessi 15 ára útlítandi 29 ára samt, ég þurfti bara að stíga út á gólfu og skilja á því sundur og kynna mig sjálfur og fekk nú ekki margar spurningar, annars var ég spurður að því hvað ég væri gamall og hins vegar hvort ég væri giftur. Það voru fyrstu 2 spurningarna sem ég fekk frá starfsmönnum, en síðan gekk þetta ná bara alveg glimrandi vel. Við áttum komum þarna einu af þessum lyfjum sem voru í þróun þá og voru að koma markað inn á Þýskalandsmarkað og þannig löng saga að segja frá því, en við komum því á markað þarna árið 2000 og félagið byrjaði þá að vaksa að dafna. Það var auðvitað margt búið að gera frábært í fyrirtækjunu áður ég kem inn og það væri mjög lítið, það var að velta þarna 99 sennilega undir $10 milljónir allavega og var búið að skapa sér ákveðið nafn fyrir að geta þróa samheitalyf og ég hugsaði með mér ef við getum gert bara meira af því sama þá ég raun að veru ætti fyrirtækið góða framtíð fyrir sér. Annarkvort það eða bara selja það strax því að það var of lítið til þess að geta í raun og veru staði undir öllu í þeim fjárfestingu sem félagið fór út í. Þannig að við völdum leiðan að bara gefa í og byggðum upp 4. stærsta félagi sennilega á 8 árum. Þetta voru sennilega það félagið tekið að markaði 14.000 starfsmenn í vinnu, verksmiðjur í yfir 20 löndum og var mjög spennandi og skemmtilegu tími. Mjög skemmtilegu tími. Sástu þetta gerast þegar þú mættir þarna fyrsta daginn með allan bauka tóma? Ég einhvern veginn, ég hugsa maður hugsa byrjunna svo hugsa maður alltaf endan. Já. Þannig að fyrir mér í raun og veru með þau fyrirtæki sem ég byggt upp, ég hugsa alltaf hvernig vil ég hafa þau þegar ég komið þangað sem ég vil vera. Og svo eru náttúrulega ákveðið markmið á leiðinni og ef þeir nást ekki strax þá kemur cable guy og menn finna þá bara aðra leiða sama markmiði til að ná því og
Þannig að það var nú ansi fljótt svona allan að mín sín á félagið að byggja það bara upp og gera það myndalega og það mjög gaman að hitta þá sem að eru búin að vera lengi í þessum bransa og lifja ráðstefnum í dag. Man líður eins og maður sé ennþá auðvitað unglamb en menn svona minnast þessa tíma mikið þar sem að kannski nokkuð fyrirtæki var að móta í raun og veru samheitalyfja umhverfið og Actavis á endunum var það fyrirtæki sem að gerði það miklu myndaskap, var mikið hort til á þessum tíma og og það auðvitað krafðist bara mikilla framsýni og kjarks og í sjálfu sér öll þessi fyrirtæki sem ég byggt upp eftir það, ég búin að byggja sannlega 6 alþjóðlega fyrirtæki upp á minnu 24 ára ferli, þá svona þetta alltaf sama formúlan í raun og veru. Já. Sko, hvernig breyttist hlutverkið frá því að vera því við köllum bara í samengi litlu 99 manna fyrirtæki á Íslandi og svo í þetta veldi sem þetta varð sem forstjóri? Sko, þegar þú byggir upp svona félag þá horfði ég alltaf til þess að byggja upp félag alþjóðlega þannig að maður byrjaði að byggja upp innviðana þannig að félag gæti vaxið og fljótlega fórum við að styrkja lykilteymi og teymi sem gæti haldið utanum reksturinn með mér eftir að félag myndi stækka og þessum tíma þá sem ólíkt því kannski í dag þá var eignahald á þessum félögum mjög dreift. Það þurfti að sameina þessi félög og við vorum náttúrulega í farabróti þar og Tefa og Sand og nokkur önnur félög sem að kannski tóku þátt í að samþjappa og búa til þessa sýnikjur og geta þá boðið þessi lyf að hagkvæmari verði. En svona hlutverki mitt hefur aldrei breyst. Það svona búa til þessa sýn, fá fólkið og teymi til að trúa á sýnina, skilgreina markmiðin, passa upp á þessi haldið vel utanum þau. Í sjálfu sér eru við með uppgjörsfundi mánaðarlega, vikulega, allt þetta KPI sem við erum með, þetta raun og veru allt sama sem ég gert síðust 24 ár, ekki nýtt undir sólinni þar, þannig að hlutverkið mitt hefur verið mjög svip allan tíman og í sjálfu sér kannski var ákveðin breyting að fara úr því sæti og stofna nýtt félag alveg frá grunni þarna 2009 og við komum kannski betur að því á eftir. Þá ferðu því að vera með fyrirtæki í 80 löndum og vera með sín og metnað og kjark til að gera þetta aftur því að búa til einu sinni eitt félag, einhver geti kallað það hefni, en að gera það kannski eins og ég hef gerð 6 sinnum, þá ertu komin bara á annar stað og búin að sína það að það sem þú ert að gera virkar og þú stendur kannski einn með síðan góðan hóp í kringu þau sem ræður í byrjun og svo stækkar hann. Algjörlega. Já, nú hefur gert það 6 sinnum þannig að þetta ólíklega hefni. Það sennilega bara útiloka eins og þú segir, en sko þegar þú varst að byrja og gera þetta allt í fyrsta skipti, hverja voru svona helstu áskorunnar sem að þú lettir á sem að þið rekum minni til núna? Sko, hugmyndafræðin var í raun og veru mjög svip og öll önnur félög. Þetta var að byggja upp þróunarstarfsemina og það sem ég sá strax að viðskiptavinir félagsins voru tilbúin að kaupa allt sem að kom frá félaginu þannig að til þess að geta í raun og veru náð stærðarhagkvæmi þurfti félagið að stækka og númer 1, 2 og 3 þá var að fjölga verkefnum í þróun. Númer 2 þá var Ísland á þeim tíma, þessi verksmiðja á Íslandi var mjög lítil, hún var mjög óhagkvæm og var allan tíman á meðan ég rak félagið lang óhagkvæmasta einingin bara út af stærð og raun og veru launakostnaðar á Íslandi. Þannig að næsta skref var að byggja upp framleiðsluaðstöðu annar staðar, fór strax til Möldu þar sem að framleiðslukostnaðar var miklu lægri. Þannig að við syntum helst þróun á Íslandi og kannski að koma fyrst þegar lyfin fór á markað en við síðan fórum með lyfin meðal annars til Möldu til að framleiða á hagkvæmari stað. Svo var náttúrulega byggja bara upp sölu og markastarfið í 80 löndum. Á þessum tíma því ég byrja þá með 99 starfsmenn þá var engin erlend starfsemi hjá félaginu. Þannig að við fórum náttúrulega inn á alla helstu markaðan og byggðum upp og það raun og veru ekki bara kennitala og það þurfti að ráða fólk að þurfti að ákvaða hvaða lyf færi hvert og hvernig og hvenær. Mikið af þessum yfirtökum það við fórum í gegnum að endurbyggja sennilega 14-15 verksmiðjur alveg frá grunni og fá það samþykktar í gegnum helstu lyfjamála yfirvöld voru komið starfsemi allstaðar frá Bandaríkjunum í
í hérna Evrópu, í Miðaustur Evrópu og Asíu og svona leiðinni voru náttúrulega mikið challenge, sérstaklega vorum að fara þegar síðan samanust Farmakó inn í Mið- og Austur-Evrópu vorum að fara inn í lönd þar sem var bara nýliði borgara styrjöld í Búlgaríu og Serbíu og með viðandi látum þannig að mikið að challenge-inu var kannski reksturinn á félaginu þar og ýmislegt sem gekk á þar sem að kannski, ég veit ekki eins og hvort það lítið dagsins ljósi öllu þessum árum seinna kannski bókinni kannski bókinni, ég veit ekki hvort hún kom út en allavega það var margt sem að var mikið af challenge þar en svona í það heila ég menna við byggðum upp alveg gríðarlega flott félag og mjög stoltur af því. Já, þetta er það. Vá, það er bók sem ég myndi lesa en úr einu gríðarlega flottu félagi í annað ef við færum okkur yfir í Alvotech sko byrjum á því Alvotech sem og Actavis á sínum tíma einbeitti sér að þróun líftækni hliðstæða hvað er mikill munur á þessu markaði og síðan? Þeir eru raun og vera alveg tvennt ólíkt þú ert með sko í sameindalífjónum bara svona alveg í stuttu máli þá tekur kannski 2 ára að þróa sameindalíf þú færð hráefnum frá byrgjum frá yfirleitt frá Indlandi, Ítalíu eða þessu helstu hráefnabyrgjum þannig að búa að þróa það og þú ert í raun og veru bara að þú ert í raun og veru að formúlera töflu eða hylki oftast eða stungulif sem þá virka nákvæmlega eins og frumlifið og þarf það að gera 30 manna stúdíu. Allt þetta tekur cirka 2 ár, gæti tekið 3 ár, kostar 2-3 milljónir dollara cirka, getur kostað meira þetta. Í líftækninni þá erum við að horfa á lyf sem eru í raun og veru, þú ert með prótín sem eru framleitt úr lifandi frumum og fyrir vikið er þetta miklu flóknari lyf, þetta er miklu effektívari lyf þegar við séum þetta krabbameinslyf hafa áhrif á fólk þegar þú missir hárið og alls konar aukaverkanir, líftækni lyfin í sjálfu sér bindast við ákveðna frumur í líkamanum og hafa ákveðin áhrif þannig þau eru mun skilvirkari en miklu flóknar og þetta fer fram í þú þarft að byrja að þróa í raun og veru sellínu sem þú notar í grunninn og þessar frumur framleiða síðan ákveðin prótein sem eru notuð sem hráefni og grunnurinn í sjálft lyfið og síðan byrðu til stungulifið sjálft sem er þá selt. Þessi prósess tekur 6-7 ár. Þú ert að fara út í mjög mikla klíniska rannsókn það kostar 150-200 milljónir dollara að þróa eitt svona lyf. Það er ekki stiksmunur, það er eðlismunur á þessum upphæðum. Þannig að þetta er fyrsta lagi miklu lengra ferli, miklu flóknara ferli, miklu dýrara ferli. Þannig að þegar ég stofna Alvotech þá ræði ég raun og veru alveg inn annan hóp af stjórnendum vegna þess að ég vildi hafa þekkingu á rekstrinum þegar ég fer að stað. Já, algjörlega. Já, þetta er náttúrulega flókið ferli sko kannski eitt sem ég langar að taka, þú veist, hvað tekur það til dæmis að þið eru með hliðstæðurlyf sko, fyrsta spurning, þurfið að vera með þar lífið að vera betra heldur en það sem er að kópera innan gæsalappa eða þarf það að vera jafngott og í öðru lagi sko, þetta hlýtur að vera betri business heldur en að búa til glænýtt lyf alveg út frá grunni Sko, það tekur 10 ára að þróa nýtt lyf og kostar líklega aldrei undir $1 miljard, líklega meira kringu 34 miljardar, þú fær engalyf í 10 ára markaði þannig að í líftækninni þá er frumlyfið það er breytilegt í raun og veru á milli framleiðslu batsa sjálft þannig að þú getur raun og veru aldrei verið með nákvæmlega eins lyf því að frumlyfið er ekki nákvæmlega eins við sjálft sig en það eru svona ákveðin breytanleiki við bæði frumlyfið og hliðstöðana en þú þarft að vera innan sama breytileika eins og frumlyfið. Þannig að það er svona kannski þessi munur. Ég meina ef þú ert með þessi hefðbundnu lyf sem að flesti þekkja þá ertu bara með chemical compound sem getur raun og veru matsað nánast 100% og þar að leiðandi þarft ekki að fara út í allar þessar flóknu og löngu og dýru klíniska prófanir. Algjörlega. Hvernig er verkferli, sko bara segjum sem dæmið þú tekjum við Alvotech, hvernig ákveði hvaða lyf þið eigið að þróa?
Já, sko, ef ég mætti aðeins koma stiga eitt skref tilbaka, Já, gjör svo vel. að því að hérna 2009 þá fer ég út í það að stofna nýtt félag og það var í raun og veru ekki Alvotech. Þannig ég byrja á Alvogen og það er 2009 og hugmyndafræðin var að byggja upp fyrirtæki, sem sagt annað samhættalegu fyrirtæki sem var í Bandaríkjónum, myndum einbeita okkur á Mið- og Austur-Evrópu og myndum einbeita okkur á Asíu því að Asía var þá í raun og veru svolítið eins og lyfjageirin var þá fyrir 20 árum síðan. Það var fullt af litlum félögum, ekkert stórt félag sem var búið að samþætta rekstur á milli landa og svo framvegis. Þannig að við förum í gang þá og þetta er svona, byrjum að fjármagna félagi kannski í 2008 og eins og við munum þá var eitt lítið bankarhrun á því blessað ári og hérna við létum nú ekki það tröfla okkur, þannig að markmið fengu Credit Suisse og ætlaðum að safna, allavega $500 milljarðir, ef ekki milljarðir, þannig að það var farastæði það, en uppskeran var nú frekar ír, þetta var þannig að ég endaði með 20 milljónir á 25% vöxtum. En markmiðið var milljarður. Já, það var svona, ef allt gengi upp, en ekki minn en hálfur. Á 25%, já. Okay. Þannig að hérna, það þurfti að gera eitthvað með það og markmiðið og metnaðurinn var að búi til stærsta og besta félagi bara eins og við gerðum með Actavis. Þannig að við förum á stað og komumst yfir hérna gamla verksmiðju í hérna Upstate New York. Þurftum nú svona aðeins að hressa hana til því okkur vantaði bæði framleiðslu aðstöðu og síðan þá þróunar aðstöðu. Förum í það stofnuðu þróunar aðstöðu í New Jersey að þróa þá samheita lyf og fljótlega förum síðan að hérna skrá lyf bæði í Austur-Evrópu og Asíu. Þannig að þetta fer svona stað þarna í áslok 2009 og hérna þetta félag í raun og veru Greenfield bæði í Ameríku, öllum þessum löndum í Mið- og Austur-Evrópu og Asíu. En ég hefði verið spurður í viðtali 2002 hvort ég ætla að fara í líftæknina því að þá var svona þessi frumlyf og menn voru að sjá að þau voru að þróast í að hugsalega verða þessi stæðstu lyf kannski til framtíðar, einhvern tímann eftir 2020 kannski og menn byrjar að spyrja mig í viðtölum 2002-2003 hvort ég ætlaði ekki að fara út í og svarið mitt var einfalt, ég ætlaði ekki að gera það fyrir eftir 10 ár og það var bara ómikil óvissa, það var ekki búið að skilgreina í raun og veru reglugerðar ramman hvernig þetta þróa hliðstöðunar árið 2002 mér svo frumlegum voru að svona gæla við hvernig ætti að úr hvað ætti að fá prótíni, menn voru að taka þetta úr meira blóði, jafnvel þvægi, menn voru að skoða að taka þetta úr plöntum og byggi og svo framvegis. Þannig að hérna hliðstæðubransi var nú ekki komið lengra en þetta fyrir þá rúmum 20 árum síðan. Þannig að ég sagðist alltaf bíða í 10 ár og ég byrja ekki á Alvotech fyrir 10 árum setna, 2012. Og hérna, þannig að við höldum áfram bara byggja upp Alvogen. Það félag síðan nær myndalegu flugi, við seljum frá okkur Mið- og Austur-Evrópu, sennilega komin á 3. ár síðan fyrir $750 milljónir. Þeir sem eru með mér í þessari vegferð, CVC, Temasek, í raun og veru vilja fara þá og selja svo út úr hérna Lotus sem er pínulítið félag í Asíu sem að ég fer inn í, var með litla verksmiðju, var með getu til þess að framleiða krabbameinslyf, þau þurfa að vera í sjálfu sér í sér verksmiðju alltaf, geta ekki verið framleitt á sama stað og önnur lyf. Þannig að við kaupum þá verksmiðju, það félag í dag listað, skráð á aðalmarkaði í Tævan, er að selja krabbameinslyf í yfir 90 löndum, eitt stæðst á sínu sviði, eru metin á sennilega $2,5–3 milljarðar í dag og hérna CVC og Temasek vildu fara þann út, komið sennilega innan við 2 ár síðan, þannig að ég fekk PTT sem er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Asíu með mér inn í það, ég vildi halda þar áfram og síðan af því við vorum aldrei í Vestur-Evrópu, aldrei í Kanada, aldrei í hérna Suður Ameríku og Miðausturlöndu, þá stofnuðu félag sem heitir Adalvo sem í raun og veru í byrjun tók bara lyfjahugvitið okkar og fann samstags- og söluaðila. Þannig í dag eru þessi samstæða
ég ennþá hluthafi í öllu þessu félögum sem ég náttúrulega mjög stoltur á montin af að skila í kringum $1 miljard í EBITDA. Krita, allir að fara inn á krita.is. Hvernig virka þjónustan? Hröð fjármögnun fyrir vöxt og rekstur þíns fyrirtækis. Kröfu fjármögnun, það er bara takk fyrir okkur lifur. Breyta kröfum í cash. Breyta kröfum í cash. Krita.is. Svo er það TM. Hjá TM fær fyrirtæki þitt tryggingar sem sniðnar eru á starfsemi þess og stærð. Ráðgjafa fyrirtækisins TM leggja þér lið við að finna bestu tryggingarnar fyrir þig og þína. Já, þeir bara vita hvað einstaklingar og fyrirtæki þurfa. En það er málið sko. Og þeir eru með bestu þjónustuna. Ég ætla að segja, það er ástæða fyrir að skora alltaf hæst í þjónustukonunni. Já, þeir eru bestir. Svo er það lengjan, lukkusprengjan, settu spennu í leikin og tippa á lengjunni. Mikið spennandi leikin helgina. En líka bara styðja við íslenskt íþróttalíf. Já, fyrir utan það. Og síðastir, en alls ekki sístir, kontakt fyrirtækjaráðgjöf. Kontakt hefur umsjón með kaupum og sölu á fyrirtækjum eða rekstrareiningum. Í slíkum verkefnum sér kontakt allt frá A til Ö. Allt kaupferlið, nú eða söluferlið. Þú getur bæði verið að kaupa fyrirtæki eða getur verið að selja. Og veitið þess að þegar Robby ætlar að selja Alvo, þá er kontakt. Það er alltaf kontakt. Já. Og ég í sjálfu sér eignahaldið endar og byrjaði náttúrulega með þessu 20 miljónar láni inn í sjóð sem heitir Astic og að háum vöxtum og síðan auðvitað byrjuðum við að byggja upp félögum, við höfum aldrei tekið neitt út úr sjóðunum, sá sjóður breytist í að vera skráður í Luxemborg og við erum með nokkra stóra hluta þar inni með okkur. Og en ég síðan sem sagt stofna Alvotech í raun og veru 12, formulega 2013 og síðan stíg þarna inn hvað er komið síðan, er ekki komið 1,5 ár síðan tæplega, bara til þess þegar ég sé að við erum ekki að ná FTO-tektinni og vildi svona koma kannski því, þannig að þetta er svona kannski þessi forsaga hvernig félagi verður til og og af hverju ég kem inn að það sé fórstyrurinn að veru. Þetta er mjög góð sögulína og góð sögurskýring. Ég held líka mjög margir hlustendur haldið að Alvogen og Alvotech sé bara það sama sko. Já, vegna þess og kannski skiljaðlega ég svona til gamast það hef ég alltaf haft að prinsip að öll félögum mín sem að ég hef stofnað og búið til byrja á Anem og Lotus. Það eru nokkur í viðbót sem að þau eru bara ekki komin lengri en nokkur 100 miljónir þannig að þau fá ekki að komast með í þáttinn en þau byrja líka á það. Já, þú myndist aðeins á úttektina sko, hvað gerst þetta? Af hverju tekur þetta svona langan tíma? Þetta var aðal umtalsefni á Íslandi bara langan tíma. Það vissu allir eftir að úttektina. Það var svona með bólið. Þetta var fyrir mig að þú spurðið hvað var erfiðast í Actavis sko. Það sem að ég held að yrði langa erfiðast fyrir utan fjármögnun á Alvotech. Ég getur ímyndað eitthvað 2013, ég má aðeins færi það áður við kannski svörum. 2013 þá fer ég á stjórnarfund hjá Alvogen, mínum samstarfsaðalum og hlutum og fer að tala þessa miklu áhyggjur sem ég hef 2023 og menn voru ekki alveg að skilja hvað þessi maður var að fara að það væri 2013 okkur væri svona mikilvægt að fara að gera eitthvað út af 2023 en ég útskýri það að mínum mati eftir 2020 þá væri stærsti lyf heiminn öll líftækni lyf tæki 7 ára að þróa eitt lyf, tæki 3 ára að byggja verksmiðju og gera þetta allt þannig að það þyrfti allan að 10 ár menn svona alveg keyptu hugmyndina, þetta væri málið en leiði ég sagði þetta myndi kosta $1 miljard allavega sem við ætlum að tapa áður og 10 ár þá er engar hendur uppi, ekkert allir farnir niður með hendur og þannig að Alvogen kemur að litlu leyti inn í þetta ég svona fekk það verkefni bara að gera þetta sjálfur og við fórum í gang og í raun og veru næg samningi við Hospira sem endar inn í Pfizer upp á $300 milljónir alveg í byrjun og það kemur bara til vegna að ég á búin að vera í þessum geira sennilega ef þú fer að Lyfjar ástefnu og spyrið ykkur þá sennilega þekki allir nafni mitt og menn treystu þau og trúða ég myndi geta byggt upp svona félag þó ég hef aldrei gert það áður, ég hef byggt upp nokkur sammeindalegi fyrirtæki þannig að Hospira gerir samningum að ég þrói 3 lyf fyrir þá og skrifundu $300 milljóna samning þannig fyrir við að stað og auðvitað á leiðinni var svo ganga sannlega
100 sinnum erfiðari heldur en kannski margir skilja og áður við förum með félag á marka þá þetta voru við að fjármagna félag á hverju einasta ári einhvern veginn. Þannig að það í raun og veru var mikið challenge og mjög erfitt. Já, trúi því. Og díla við FTA, hvernig var það? Já, þá kom að því. Þannig að á þrautagöngunni þá reknaði ég nú með að við myndum alltaf klára fjármögnuna þó að það í sjálfu sé var mikið verkefni. Ertu til að gefa mig $1 milliard? Við erum á Íslandi, við erum ekki búin að moka neina hólum, erum ekki búin að byggja húsið og það eru gjaldeyrishöft, þannig að ef þetta gengur vel og gefum mig að skila einhver þá eru gjaldeyrishöft og fær aldrei peningin tilbaka. Þannig að ekki alveg auðvelt en ég rekna alltaf með FTA minnstamálið. Já. Ég hefði tekið svo marga vexmiður í gegnum endurbyggt og byggt og fengið samþykki Evrópu, Brasilíu, Japan, Bandaríkin út allt. Þannig að ég held að það minnstamálið að þróusilif held að langstæðsta málið og ætti að vera langstæðsta málið og þróunarhlutin endaði að vera bara nokkunum út. Við höfum aldrei klikkað á klínisku prófi, erum búin að koma 5 lyfjum í gegnum allt þróunarferli og erum selvað komið besta þróunarteymi í heiminum í dag. En það sem að ég myndi ekki segja að vera auðvelt því að þetta eru gæðakerfin í svona félagi í lyfjafyrirtæki eru í raun og veru miklu umfangsmeiri heldur en nokkuð staðar annars staðar. Ég hugsa meira en í fluginu. Þannig að ég gerir samning við CVC og Temasek að vera ekki forstjóri Alvotech á sínum tíma og Alvotech kemur þegar CVC og Temasek kaupa sér inn í Alvogen þá var Alvotech varana en var í sjálfu sér bara í lítilli eigu Alvogen, var í uppstöðu í minni eigu. Þetta var bara eitthvað vesen sem ég var að standa í en ég réðan tæmi að reka þetta og lofaði að vera ekkert að reka það félag. Ég átti að einbeita mér að Alvogen enda CVC Temasek stóru hluta af þar og þannig að ég stóð að sjálfsögðu við það og var með annað teymi og var með teymi sem kom að miklu leyti frá Novartis. Þekkingalega höfðu mikla þekkingu á bransanum en kannski voru ekki búin að kannski byggja svona félag frá grunni. Þannig að þegar kemur fyrir að styttast í úttekt þá ég farin að hafa töluverðar áhyggjur seint árunum 2022 og kannski fyrir að skipta mig meira af geðamálunum heldur en kannski ætti að vera sem bara stjórnarformaður. Og ég tala síðan við stjórn í desember og segja ég hef þannig áhyggjur af þessu að ég ekki 100% við sem komst í gegnum FTA nema eitthvað gerist. Já. Og þeim fannst það alveg vera frábær hugmynd þá að ég færi þá bara inn og myndi taka við. Og ég geri það. Ég var með einhverja 6 vikur áður en FTA kemur inn og undirbúningu fyrir svona úttektu þetta búin að vera í gangi í langan tíma og þú kemur inn sem forstjórið og sest niður með stórum hópa fólki 60, 70, 80 manns þá sá ég auðvitað að það var mikið verk að vinna. Þannig við nýttum þessa 6 vikur mjög vel. Ég var að vonast til að við kæmumst í gegnum þá úttekt og reiknaði með því en það fór ekki. Við vorum frekar óheppin líka með úttектaraðala, getur verið heppin óheppin svona upp á sængirna að gera. Var ekki einhver orður þetta bara verið eitthvað kælir eða bara eitthvað svona algjört minniháttar atriði? Nei, þetta var nú ekki þannig en þetta voru ýmsar athugasemdir sem að kannski, ég meina, Evrópa var búin að samþykkja félagið. Aðrir hefði hort fram hjá mögulega? Já, þetta snérist að mörgu leyti sem kallast data integrity, það þú getur breytt niðurstöðu sem komin og ekki þá þú hafi gert það, en ef einhver möguleiki til staðar þá þetta hort mjög sterkt til þess og síðan enda þetta í tækjum sem var verið að nota, hvernig við vistum gögn á þeim tækjum þó þau gögn væri í sjálfu sér ekki notuð annað en bara prentuð út og ýmislegt. Þannig að það mjög löng saga. Allan að við komumst ekki í gegnum þá úttekt það lá alveg fyrir að ringir konan. Þannig að ég ætla nú ekki að taka það. Ekki málið. Já, þannig að við nýttum tíma mjög vel og fórum yfir öll gæðakerfin aftur, raun og veru bara fórum yfir öll kerfin eins og við værum að byrja frá byrjun og eittum
alveg gríðalegri orku í þetta, það fór í raun og veru snerist allt FDA og að lokum þá kemur FDA í áspyrjun og við fórum í gegnum þá úttækt alveg glimrandi, við erum náttúrulega bæði með fullunuvöruna og hráefni þannig að það voru bæði starfsemi að væri raun og verið tekin út af báðum stöðum og fengum eina athugasemd og höfum síðan haldið áfram að fá aðra önnur yfirvöld og förum svo í gegnum aðra úttækt núna þessi ekki komni 2 mánuði síðan og fengum þá 2 athugasemdir sem voru minnáttar eru búin að svara þeim og eftir að búa að klera það þannig að því lokið, þessum kafla auðvitað lokið en svo það bara þannig með heilbrigðisyfirvöld að þau eru stöðugt að auka kröfunar alltaf sem bara eðlilegt og þannig að þessu verkefni líkur aldrei þannig að vera með gæðakerfin eins góð og mögulega hægt og halda áfram að fylgjast með hvað að koma skiptir bara öllu máli. Einmitt, þannig að þetta ekki bara ná leifun og þá getur bara hallað þér aftur. Nei. Klárt. Framleiðslan gekk eins og í sögu en FDA var til vandræða kom aldrei annað til greina þú náttúrulega verið með fyrirtæki vísvegar heim en að vera með þetta á Íslandi? Þetta var í raun og veru svolítið snúin ákvörðun. Ég náttúrulega byggði upp félag á Möltu og launakostnaði það allt annar. Þekkingalega séð á lyfjabransanum það var komið miklu meiri þekking á Möltu. Ég setu framleiðslu aðstöðu hjá Actavis á Möltu eins og ég nefndi, var fyrstur í því. Malta nota það fræ miklu betur heldur en Ísland og það eru yfir 30 lyfjafyrirtæki sem annarkvæmt á þróa eða framleiða eða sjá skráningar á Möltu. Þannig að aðgengi að fólki með þekkingu var orðið miklu meira á Möltu þó þetta sé lítið samfélag. Malta svona stærð, auðvitað sé land pínulítið en fólksfjöldi aðeins meiri heldur en á Íslandi. Þannig að svona þekkingalega séð hefði sennilega verið meira aðgengi af fólki með þekkingu á lyfjagerunum. Og við unnum mikið með háskólanum á Möltu að setja upp námsbrautir í tengslu við lyfjaframleiðslu á sínu tíma. Malta í raun og veru byggir aðstöðuna sem að ég var að brasa við að byggja hérna í Vatnsmýri fyrir ansi stórar tölur, koma því upp. Þannig að Malta í raun og veru byggir aðstöðuna og bara leigir hann út til þín þegar hún byggð. Þannig að það var mikil freisting að byggja þetta bara upp á Möltu og það hefði sparað mér margar handtökunætur og marga fjárfestafundi en ég hugsaði með mér þetta gæti orðið svona kannski síðasta gigið og mér langaði svolítið til þess að gera þetta á Íslandi. Íslandir sjálfu sér hafði enga þekkinga á svona framleiðslu. Það ekkert í sjálfu sér til mörg svona félög í heiminum sem náttúrulega þetta mjög gaman að. Þannig að byggja upp svona fyrirtæki á Íslandi og nýja atvinnugrein var kannski eitthvað sem ég var spenntur fyrir. Og þrátt fyrir gjaldeyrisöftin þá bara tekin ákvörðun að gera þetta hér og í raun og veru með alþjóðleg fyrirtæki þá það líka mörguleiti ákvörðun skattalega hvar þú í raun og veru ert skatlaður ef þú ert að þróa lyf þú getur í raun og veru verið með alla þekkinguna eða IP-ið skráð allt annar staðar þá ertum alltaf að skatta við ákvörðum bara að borga skatt á Íslandi vera mjög stolt á því vera stolt af landinu okkar og byggja upp hér þannig að þetta voru margir kostir en ég svakalega stoltur af því að hafa gert þetta Já, algjörlega og við kunnum bestu þakki fyrir það Fjórða atvinnustofun erum að tala ein aðsend hérna sem svo góð við verðum að taka hana ef við tölum gengi Alvotech ef við berum saman núverandi líftækni fyrirtæki í heiminum og verðmat þeirra út frá lyfjafjölda og EBITDA þeirra ætti þá ekki alveg að vera á genginu 3-5.000 í þeim samanburði? Það sem að ég segi alltaf það kemur að gengi á félagi. Við erum í raun og veru við erum með 3 hagsmuna aðila. Fyrsta lagi starfsfólkið, viljum vera með gott vinnuumhverfi, skapa traust, virðingu og mikið metnað. Það kemur á kúltúrnum að halda vel utan fólkið, þannig að þið líður vel og gerir sitt besta. Annars vegar erum við með viðskiptavinna og þar erum við að horfa til þess að vera fyrirtæki sem er valið fyrst. Ef menn ætla að semja viðkomandi líf, þá viljum við vera fyrstir í valinu og við erum komið þangað með Alvotech.
Það snýst auðvitað margt og það raun og veru bara það koncept sem ég verið ekki öll félögin á eins og ég nefndi áðan, við getum rætt aðeins og eftir. Og ef við gerum þetta tvennt mjög vel, þá afleiðingin af því að fyrirtæki gengur vel. Og ef við horfir á, eða þið kannski yfir síðustu ár, þá hefur félagi klárar þessar áfanga sem við höfum talað að byggja upp aðstöðuna, við ætlum að semja við alþjóðleg fyrirtæki að selja fyrir okkar lyf. Við erum komið 20 aðalega til að selja okkar lyf yfir 90 löndum. Við erum með verðmætasta lyfjasafni sem í þróun. Við erum búin að klára þróun á 5 lyfjum. Þannig að sko þáttur 1 og 2 líta mjög vel út. En síðan kemur auðvitað gengin og við náttúrulega stýrum því ekki. Nei. Og það eru auðvitað greiningaskýrslur úti sem að segja hvernig á félag að vera verðmetið og Barclays gengur það langt að taka undir það sem ég að sjálfsög búin að ætla mér allan tíman að Alvotech sé að verða eitt af leiðandi fyrirtækjum í heiminum þó við séum ekki búin að vera að selja okkar lyf nema í 2 ár. Þannig að verðmætið, menn geta borað saman við erlendamarkaði og haft spurningar og skoðun aðeins hvort það sé dýrt eða ekki en ég eiginlega bara hef svar aldrei þessar spurningu því miður. Nei. En við vildum svona spyrja þenni, þetta fair spurning. Algjörlega. Eitt í viðbót að því að tala að Leifur spurði á hana að þú ákvast að byggja upp starfseminni hérna á Íslandi sem að þið búið að valda þér alls konar af andtökunóttum. Telurðu mögulega að Alvotech sé bara kannski of stórt fyrir til dæmis íslensku kaupöllina? Gæti orðið það til lengri tíma og við erum náttúrulega skráð á Nasdaq í Bandaríkjunum. Veltan það mjög lítil og ég hugsaði þetta í raun og veru 2 áföngum. Ég reiknaði með því bara í mínum huga þegar ég var að hugsa hvar ég vildi skrá félagi fyrir nokkrum árum síðan að Bandaríkin í fyrsta lagi þá var ekkert svona félag og ekki ennþá skráð í kaupöllunni í Bandaríkjunum. Ekki til. Það til örfá félög sem í líftækni og þetta og hitt, ekkert alveg svo við erum með. Þannig að ég vissi að yrði svona við þyrftum að edukera markaðinn og greiningaraðala hvað reksturum myndi snúast. Og það var líka það að markast hlutdeild líftækni hliðstæða byrjaði ekki að í sjálfu sér að í raun og veru að gerast fyrir 2019. Þannig að það sem ég hafði í huga þegar ég skráði félagi, ég þyrfti að vera helst á 2 mörkuðum. Það sem væri kannski auðveldara að edukera minni markað, hvort sem það veri Ísland eða Skandinavía, Svíþjóð til dæmis mikið líftækni fyrirtækjum þar. Og síðan myndi þá kannski Bandaríkin taka við. Bandaríkin myndi taka við þegar félagi væri búið að skila kannski halvu eða heilu ári í jákvæðri rekstrarafkomu og þegar við værum svolítið búin að eyða tíma í að kynna fjárfestum og greiningaraðalum fyrir hvað við stæðum. Ég held að í dag þá Alvotech á meðal stæðstu fjárfestiða í Bandaríkjunum velþekkt. Við þurfum aldrei að fara á fund og kynna félagi. Ég sé á meðal allra leiðandi fjárfesti í Bandaríkjunum meira fjárfesta í lyfjagerunum. Þeir eru kannski búin að fylgjast með félaginu sem hverjir í 2-3 ár sem mjög ánægilegt líka. Mikið af þessu sjóðum þó þannig að þeir mega ekki fjárfesta í félögum sem eru undir ákveðin veltu, dagsveltu og eða mega ekki fjárfesta nema ákveðna % af dagsveltu þannig að ef þú ert með sjóð sem kannski $100 billjónir, þú ert að velta $1.000.000 á dag, þá máttu kannski kaupa fyrir $100 á dag. Og þessi stóru sjóður ekki að gera það. Þannig að það sem á Íslandi í dag, þetta eru sömu bréf sem eru skráð á Íslandi og í Bandaríkjunum, þetta ekki 2 konar bréf, þetta eru bréf sem eru gefin út í Luxemburg, þannig að þetta ekki tvíhliða skráning eins og margið þekkjana það svo ert með í raun og veru primary skráningu í einu landi og svo ertu með einhver svona afrita henni inn á annar markað. Þetta raun og veru, við erum purely tvískráð og sömu bréfin, þannig að menn geta tósa bréfin frá Íslandi og þau fara þá yfir í annan gjaldmiðil þann dag eða sömu mínútu þau eru keypt yfir í Bandaríkin.
Þannig að við þurfum að byggja upp þá tiltrú hjá þessum lykilfjárfestum að veltan á bréfunum muni aukast og við munum alveg klárlega koma að því fyrir hönd fjárfesta þó að það sé kannski ekki alveg endilega hlutverk félagsins en við teljum að það sé samt í okkar hlutverk komandi inn í 2025 að finna lausn á því hvernig velta félagsins geti aukist á komandi ári og bara vitandi það að það er mikill áhugi en það er þessi svona þröskuldur sem að við þurfum að geta stigið yfir sem bæði hluthafar og félag. Kemur þið greina að skráða á fleiri stöðum eða? Ég myndi nú segja ósatt ef ég segði ég hef ekki skoðað það en það er alveg möguleik að skrá félag á þriðastanum. Ég ætla ekki að fullera að það sé eitthvað sem við ætlum að gera en að þú spurðir, er íslenski markaður nú lítill? Ég held að svona til lengri tíma þá sé íslenski markaður nú lítill til að vera með félagi skráð bara á Íslandi. Já. Og við verðum að sjá veltuna aukast í Bandaríkjunum til að ná inn þessu stóru sjóðum og ég held að snjóboltaáhrifin munu eiga sér stað mjög hratt í Bandaríkjunum leið við komust yfir $4-5 milljónir í veltu á dag þá mun sá snjóbolti stækka mjög hratt að mínum mati. Ef að það mun ekki ganga sem skildi sem að ég hef enga ástæði til að ætla þá kæmi alveg til greina að skoða eitthvað milliskref. Algjörlega. Þú talar veltuaukningu auðvitað mörg spennandi lyf á leiðinni 3 að dettin á lykilmarkaði bráðlega en mér langar að byrja á Simlandi líftækni hliðstæðu Húmíru eða Húmíra, fallbeði þetta hefur þetta fengið góða viðtökur í Bandaríkjunum og komið með 10% markaðshlutdeild sem er fyrsta líftækni lyfja hliðstæðan á markaði sem útskiptanlega við Húmíra í háum styrk held ég fari rétt með. Þú ert með þetta allt á hreinu. Þú veist allt Húmíra. Er þetta ekki bara árangur sem maður má vera stoltur af? Þetta er auðvitað svakalega spennandi. Við tölum það værum komið með pantanir fyrir Bandaríkinu upp á 1,3 milljónir penna og erum að framleiða í ár með yfir 2 milljónir penna bæði fyrir Bandaríkin og þá restina heiminum. Við förum auðvitað bara að marka rétt fyrir mitt ár á þessu ári þannig að við erum ekki búin að vera lengi til staðar. Út af FTA komum við inn seinna en aðrir en af því að við vorum með rétt útfærslan af lyfinu. Það var þannig að AbbVie 2017 ákvað að skipta að koma á markað með lyfið í hærri styrk og við reiknuðum með því að AbbVie myndi skipta út lægri styrkleika fyrir háan styrkleika. Og í raun og veru tökum það skref 2017 að byrja að þróa háastyrkleikan og vorum í raun og veru fyrst að taka það skref því að vorum búin að eyða sannlega $40-50 milljónir í lágastyrkleikan og ákveðum bara að hætta með hann. Já. Og á þeim degi sem við ákveðum að hætta með lágastyrkleikan þá var háastyrkleikin, hann var ekki að seljast fyrir 1 evru, við vissum bara að vera að koma. Já. Og svo ákvörðin er tekin setta allt á fullt og vildum verið múskiptaleikan líka að því að þetta var fyrsta í raun og veru líftæknileg sem var að fara á markaði sem er afgreitt í gegnum apótek sem sagt þú færð ekki með því að fara á spítala eða sjúkrastofnun þar sem að læknir hreinlega bara velu hvað hann gefur. Þannig að útskiptaleikin var þannig að apótekið er með upp á skrifa hugsalega frumleyfið, gat þá skipt út á þess að hringja og biðja leyfi frá lækni og sjúklingi að skipta leyfin út. Þannig að þessi vegferð farin, förum í útskiptaleikan. Þegar við komum inn þá eru þetta nokkur fyrirtæki komin á markað og meira sem að háa styrkleikan en ekki útskiptaleikan. Þannig að þegar við komum á markað þá var enginn komin eina markaðshlutdeild og við í sjálfu sér sáum þarna hvort afi sem að er komið töluvera markaðshlutdeild núna. Við vorum í raun og veru búin að klára þann samning, það átti bara eftir að skrifa undir hann þegar við fáum höfnum frá FTA og þeir afhenda Sandó, okkar keppinu, til þann samning bara orð fyrir orð og bara skiptum nafn.
og það tók þá samt við það að skipta bara nafn og síðan að framleiða inn á lager til að lánsa vörunni. Það tók þá næstu jafnlanga tíma eins og þetta ár sem tók okkur að fara í gegnum FTA. Já. Og þannig að þeir komast ekkit á markað fyrir kannski mánuð undan okkur. Við náum þá í Kvoland og komumst þannig á markað með útskiptaleikan. Markaðshlutdeild eins og segir kannski áslok, þá Sandó komni með sennilega svipað hlutdeild og við kannski eilítið hærri og við þá númer 2 og síðan þá öll resti með númer 3. Og bara til að setja þessi fyrirtæki í stærðar samhengi þá er veltan á Humira, hún er og líftækni lyfjum almennt, það er svona cirka 60% allir heimsveltun í Bandaríkjunum og það eru 3 aðilar sem að í þessum retail-lyfjum sem að eru með 80% af þeim markaði. Við erum að sjá Evrópu með 20-25% markaðshlutdeild og restina heim með restina. Það þýðir það að einn af þessum kunnum er með svipaða innkaupagetu og allt Evrópusambandið. Já. Þannig að ná eins á Kvoland, við vorum búin að ná Cordavis, þannig við vorum að vonast til að loka í raun og veru báðum, en við missum þetta annan út af FTA. Hinn beið og við náðum að klára samning við hann og eftirleikurinn eins og við segjum, eru komið fína markaðsstöðdeild, höfum náð að standa okkur gríðarlega vel í afhendingum á vöru og erum mjög stolt af því að hvernig staðin er bara. Já, klálega vel gert. Þessi 3 lyf sem þetta inn á markaði, getur þú sagt okkur aðeins frá þeim? Já, það er ansi spennandi og margt í gangi þar. Symphony sem er þá með sömu indication og Humira og Stellara, gigtasjúkdómar og ónæmisjúkdómar. Við reiknum með að vera fyrst á markað, við erum búin að senda þeim til skráningar umsagnar, kemur þá til samþykktar í lok næsta árs. Við reiknum með að við erum eina fyrirtæki sem búið að senda þetta til skráningar. Það eru flest engaleyfin runnur út. Við reiknum með að verði lítið eða ekkert vandamál að koma lyfinu allavega inn á alla markaðina á Bandaríkin. Við reiknum ekki með að verði stórmála að koma inn á Bandaríkin. Þetta lyf er framleitt með sömu tækni og Stellara. Það er örfá fyrirtæki í heiminum sem að hafa þá tækni. Þetta er í raun og veru Johnson & Johnson eiga bæði frumlyfið af Symphony og Stellara, nota sömu tækni. Og það er kannski hluta ástæð fyrir því að við erum fyrst og vonandi eini í töluverðan tíma og það er mikill spenningur að koma þessu lyf á markað því okkar samstarfsaðilum. Eylea er númer 2, það er augnlyf og það er annað lyf sem mjög áhugavert. Regeneron sem að áfrumlyfið skipta út eða koma með háan styrk fyrir 6 mánuði síðan í Evrópu. Við vissum að þetta var leiðinni þannig að ég bað okkar teymi inn á þróunarsviði að koma með 5 líklegast útgáfur af frumleiðinu, háan styrk, áður en lyfi koma á markað og leið og daginn sem lyfi koma á markað þá vorum við með eina formuleringu sem er nákvæmlega mats við frumleifið. Síðan þegar það er komið, því að við reiknum með að frumleiðin muni skipta út lágstyrk og hástyrk allan á 70% og við erum þeir einu sem við vitum til að erum að háa styrkin. Það er líka skemmtileg hlutir að gerast að mörgu leyti fyrir okkur sem félag að lágstyrkurinn, þau fyrirtæki sem voru þá komin á undan okkur og búin að senda lágstyrkin inn til umsagna, við vorum á eftir þar út frá því bara að hafa 1 tíma í háastyrkin. Þau eru komið lögbann, með ekki selja vegna þess að það er í þeirra formuleringu þá buffer út af geymsluþoli sem að brýtur ákveðin engaleyfi sem er hjá frumleifinu þannig að við reiknum með að það muni taka þessi félög kannski 2 ár að komast út úr þeirri flækju. Á sama tíma þá er okkar formulering ekki eins og þeirra og Amgen sem voru fyrstir með líftækni hliðstæðu, þeir fóru á markað fyrir 6 vikum síðan án þess að bíða eftir úrskurði hvort þau var að brjóta engaleyfi eða ekki, með þá fullviss að þau væri ekki og okkar formulering er mjög svipuð þannig að
Við gætum orðið mjög líklega verið í algjöru lykilstöðum þetta lyf líka og þetta er 8-9 billion dollara lyf. Við erum síðan með Symphony Extiva sem er þá við beinþynningu og krabbamenni. Það lyf, þar eru fleiri heituna, verður mikið samkeppni og höfum svona sagt kannski þessi 3 lyfin sem að koma þá og það kannski sísta lyfið í okkar safni sem að fara á markað á næsta ári. En svona almennt bara mikið spenna og mikið eftirvænting. Við erum búin að senda til umsagna bæði í Evrópu og núna til Bandaríkjanna þannig að það er engin óvissa að þessi lyf sé að koma eða ekki koma, þau vera samþekkt innan 12 mánaða. Þannig að mikið spenna í kringu það bara. Algjörlega. Spennandi tíma framöndan. Heldur betur. Svo er það Suit-Up. Ég mætti í My 3-Piece. Já, þú mætti heldur betur í 3-Piece-unum maður. Og nú mátt láta mig vita því fyrirfram. Við erum að taka auglýsinguna sem sagt eftir á. Ég er eins og álfur út úr hól í dag. Ég hvet ykkur til þess að taka henni mynd. Því að Birkir er eins og $1 million í sútunni sínu. Robert er svo $1 trillion. Robert Westman er svo $1 trillion. Og maður mættur hérna úlfurinn í sögugerðinu. Rétt, þetta er eiginlega, þessi mynd mun fara á alla helstu miðla. Ég hefði betur komið við í Suit-Up. Við getum áraðað þannig. Já, við getum áraðað þannig. Þeir hefði alltaf græðið mig. Já, alltaf sko. Svo er að Búllan, ég fór í þriðjastilboði í gær. Sko, mér stakti gleymast í umræðina. Þriðjastilboði á Búllanni, það er 1990 krónur. Ég veit, en var ekki freistandi að fara í jólahamborgara? Jú, ég fer bara einhvern veginn alltaf í tilboð aldarinn, sko. Ég er vanafastur, sko. Svo er að búttvarinn, skal alveg viðkynna það þeir sem taka hann í mynd. Við vorum í klakkanum, ég skal alveg viðkynna við erum að taka hann á auglýsingarnar eftir á. Ég opnaði mér 1 búttvar. Já, ég sá það. Aðeins að veluna mér. Fyrir góðan þátt, að ég held. Og svo er það mínu menni Subway. Ég spyrði bara Leifur, hita eða rista? Rista. Já, ítalsku BNT, rista, veistla. Mér langar aðeins að kafa hún í reksturinn. Árið 23 var þó nokkuð tapið 77 miljardar. Byrjum á því hvernig heldur að 24 muni lít út? Sko, bara til að segja, þá það sem við höfum sagt, við ætlum að vera með 400-500 milljónir í tekjur og við erum bara á góðri leið með það. Við höfum talað EBIT upp á 100-150 milljónir. Félagi með nokkra fjármagnsliði sem eru í raun og veru bara reiknustæðar. Þegar við förum í gegnum skráningi Bandaríkjum þá förum við í gegnum þetta kallast á íslensku held ég sérætt yfirtökufélag en SPAC á ensku og ástæðan fyrir við gerðum það þó við vissum að svona kannski að fara í þessa leið var svolítið við vorum að ná í raun og veru skottið á því. Við gerðum það þannig vegna þess að þá gátum við veitt markaðnum alltaf á upplýsingar, gátum sínt 10 ára áætlanir og annars sem við höfum ekki geta gert með sama hætti ef við höfum bara farið í beina og venjulega skráningu. Fyrir vikið þá vorum við með ákveðna vorranta sem að voru gefnir út til ákveðna hlutafa. Vorum jafnframt með breytanleg skuldabréf sem að var hægt að breyta yfir í hlutafé og gerðist núna á þessu ári og var ákveðið bókhalslegt tapa því þegar menn breyti yfir en allir missáttir og ánægði með það að flestir breytt úr láni yfir í skuldabréf, sýndi bara tiltrún á félaginu og síðan eru ákveðin earn-out-bréf. Og skuldabréf, hlutabréf? Já, þetta var breytanleg skuldabréf og síðan eru ákveðin earn-out-bréf þannig að leið og gengi fer í $20 þá detta þær gjaldfæslur út þannig að við erum alveg bæði 2023 og 2024 með massífa gjaldfæslur út af liðum sem að hafa ekki áhrif á reksturinn sem slíkan þetta er allt reiknaðar stærðir og hafa ekki áhrif á sjóðstreymi þannig að við erum í raun og veru að skila fyrstu, eins og ég segi, við erum að skila EBIT upp 87 rekstrar hagnaði fyrir þá fjármagnsliði ykkur að 62-3 milljónum fyrstu 9 mánuðina og síðasti ársfjórðungur klárlega verður góðu líka þannig að næsta ár síðan auðvitað við höfum ekki gefið út áætlan við gáum út að félagi myndi velta hugst ára bílun 600-800 milljónum fyrir sennilega 6-7 mánuði síðan og munum síðan þá kannski gefa út ítalegri afkomum væntingar þegar við gerum upp árið 2024. Já, algjörlega. Aftur spennandi tíma framöndan. Kannski eitt bara til að klára þetta umræðefni, sko, fengum nokkra aðstæðspurningar. Hefur áhyggjur af
Skuldastöðun í Alvotek, þetta eðlilegt í jafnmiklum vaxtafasa þeir í talar á 25% vexti á Credit Suisse, missir svefni við vaxtagjöldum eða skuldastöðu félagsins? Til að langar bæta örlítið þetta, að því að eins og með breytanlegu skuldabrifin sko, og gengissveiflur, þetta eitthvað sem hefur einmitt áhrif á svefn hjá þér? Nei, breytalegu skuldabrifin var auðvitað bara frábært að hafa fengi menn til að breyta yfir í hlutafé og menn fengu bara nótis að við ætlum annarkvort að innleysa brifin eða menn myndu breyta og það voru nánast allir sem breytiðum yfir í hlutafé. Skuldsetning félagsins, ef við horfum á það, þá er hún mjög heilbrigð, við horfum bara á afkomuna sem að ég er ekki búin að gefa endilega út á næsta ári og þar næsta ári. Við munum sjá félagið greiða upp skuldir mjög hratt og byggja upp svona félag. Við erum búin að fjárfesta í félaginu til dagsins í dag, sennilega 2 milljarða dollara og sérstaklega horfir á erlenda greiningaskýslur og erlenda fjárfesta þá hef ég aldrei rekist á fjárfesta sem að segir ég er ekki að fara að fjárfesta í félaginu því ég held að skuldsetningin sé of mikil. Nei. Þá svaraði því? Aðeins kannski stjórnmálaumhverfið. Förum aðeins til Íslands? Já. Við erum nú búin að vera í Íslandi. Ef við sótgreinum þetta, já, þú veist, er þetta eitthvað sem að þú horfir í, til dæmis valkyrjustjórnina? Þetta er hættu að hafa vinstristjórn á Íslandi? Nei, alls ekki. Ég sjálfur sér aldrei skipt mér á pólitík og þetta er svolítið þannig að ef menn er ekki að þvælast fyrir fyrirtækjunum þá er þetta svolítið fyrirtæki sem eiga að byggja sig upp sjálf og þannig að umhverf á Íslandi hefur á mörguleiti bara verið fyrir fyrirtæki heilbrigt á mörguleiti. Ég meina skattlagning á fyrirtæki 20%. Það var risa ákvörðun að koma til Íslands fyrir mig og borga skattana hér. Þetta eins og ég nefndi hefði getað borga skatta sennilega 5-10% annar staðar. Kaus að gera þetta hér. Ég held að séu bara spennandi tímar að sjá 3 flokka með 3 kvenmenn í skút bara í stjórnklefunum að stýra í sjálfu sér. Gaman að sjá líka vonandi tekið meira á kannski þjónustu við gamla fólkið. Það hefur setið eftir lengi og jafnvel öryrkja. Þannig að maður heyri svona allan á flokki fólksins að menn vilja spýti þar. En það er alltaf ákveðin svona, menn eru hræddir alltaf við framtíðina út á óvissunni og auðvitað er þessi stjórn ekki komin á, hún gæti orðið ofan á og kannski ekki, en menn eru hræddir við óvissuna að hljóta að skella á einhver 7 ári í hörðum vetri, en ég hef ekki áhyggjur af því. Ég held að þetta sé alls saman mjög skynsað fólk og markmið er að byggja upp gott samfélag þar sem allir geta búið saman og þar að taka tillit til allra hagsmuna, hverju sem þeir eru og það verður bara spennandi að sjá hvort að menn ná ekki saman flottri og skynsamari ríkisstjórn. Kannski síðan spurningin í pólitíkinni, Trump tekið við Bandaríkjunum, þið eru allir Bandaríkjunum líka. Hvernig tókst þið þær fréttir? Er hann lyfjakall? Trump hefur verið prómótað líftækni hliðstæðu mikið og hefur náttúrulega mikið í því að lækka kostnað og ef þið horfið á lyfjakostnaði í heiminum, heildar lyfjakostnaðir í heiminum eru í Bandaríkja dollarum talið 1,5 trilljónir og ég hef ekki hugmyndu hvað eru mörg núl í því, það bara hljómar ansi mikið. Næsti helmingar af þeim útgjöldum er í einu landi og það land er með 360-70 milljónum manns. Og það búa 8 milljarðar á þessa plánetu, þannig að ef ég ætla að spara pening fyrir Bandaríkið þá myndi ég byrja á lyfjónum, það er bara liggur augum uppi og Trump þar að leiðandi, auðvöldasta leiðin fyrir hann er að bæði fá samhætta lyf og hliðstæður inn, en svona pólitískt hvað hann stendur fyrir þá hefði ég aldrei getað kosið hann, bara til að segja það. Já. Algjörlega, vel svara. Þú hefur verið stórtækur í fjárfestingum utan lyfjageirans. Mér langar að byrja því að taka fyrir vínið, af því að það er svo skemmtilegt. Auðvitað stóra fréttir daginn þegar tilkynnt var samstarfið við Jökulí Kaleo og Kaleo. Og maður spyr sig, eins og ég segi mikið af fjárfestingum, hvort þetta sé meira en bara hobby vínið, vingjaramaður ársins í Fraklandi, vel að merkja. Þannig að það eru góður hlutir að gera. Hvað kemur þessi miklu áhugi?
þegar einhver segir ég hef mikið ná á vínu þá ertu kallaðar alkoholisti sko. Þannig að maður þarf aðeins að stíga varlega til jarðar. Það er ekkert margisamt sem eiga vínegru í Fraklandi sko. Ekki 110 hektara minna. Nei, og ég þekki marga alkoholista. Sko, ég var nú að hrósa sjálfur mér að því að fjárfesti engu nema bara ég lifið að gera honum í gær. Þannig að ég var að vera samkvæmlega sjálfur mér. Ég fjárfesti í dag til að vera alveg hreinskilinn fyrst og fremst í lifið að gera honum og hef alla mín afi hort til þess að vera auka aðgengi sjúklinga að bara bestu lyfjum sem völur á og yfirleitt þetta þannig að ef að lyfið kostar $150 til $200 árið fyrir þig þá eru ansi mörg lönd og ansi margir sjúklingar sem hafi gefnaði og þá komum við með 80-90% lægri verð og það er það sem minn metnaði liggur. Hef fjárfest líka og fjárfestir í fasteignaverkefnum, það raun og veru ekki verkefni sem ég kem að öðru leiti en ég bara fjárfest í þeim í staðan fyrir að kaupa hlutabrif, ég á ekki eitt hlutabrif neinu félag nema ég sjálfur mér og hef fjárfest í fasteignum. Vínbransinn, ég segi alltaf ég sé að auka lífsgæði í lyfjónum þannig að ég var nú að grínast með það einhver ræðin daginn að það væri kannski hægt að auka lífsgæði með vínónum ef að menn drekki hófi og þetta byrja nú sem hobby bara, ég byrjaði fyrsta vínin kom á markað 2016 og þegar maður horfir á tölurna þá vantar svo mörg 0 upp á til að geta eins og vera eða tími í þetta því að með það stærðið sem ég eiga við þannig að ég með teimið þarna inni sem alveg frábært Andreas Larsson svona brandambassador hefur komið að blöndum mikið af vínarna, hann heimsmeistari í sommelier, þekktur út allan heim Mitsi Roland sem hefur komið að gerð flestra bestu vína í Bordeaux og Kaliforníu, hann hefur verið með mig frá byrjun og hans fólk þannig að við vorum ekkert að spara til en þetta átti náttúrulega ekkert að verða svona, þetta átti bara að vera svona eitthvað kósi og nokkra flöskur og hafa gaman að þessu. Síðan eins og segir, þá þessi Óskarsverðlaun árlega og það eru þetta fullt af vingjara fólki búið að vera í marga kynslóður á þessu svæði, þetta náttúrulega bara alveg við Bordeaux, þó þetta sé ekki hér aðeins sjálfu og svona kannski jarðvegurinn og hitastig og rakastig og allt það bara sama og í Bordeaux, þannig að vínin ekkert síðri og þegar menn mæta og engin vissi hver fengi velunni, ég var að vísu beðin að mæta og mér var sagt að ég myndi fá þau og kallar upp á svið og þulurinn talaði bara frönsku og ég talaði þetta ekki neina frönsku og þetta var alltaf vandræðilegast að maður sá bara 300-400 vingjara menn það var bara döða þögg hann var að spyrja mig eitthvað á frönsku mér skildist að hann var að biðja mig að lýsa framleiðsluferlun á frönsku og ég vissi að það var náttúrulega enga líkur á því að það kemst til skila þannig að ég reyndi að tala ensku, hann sagði bara englís og þannig að þetta var ekki að gera þannig að svo var maður bara verið framan fleiri 100 mann sem voru svo brjálaðir að væri einhver snúðu frá Íslandi komin upp á svið og búin að taka bara velun og þangað til að einhverjum þótti það fyndið að segja Ísland hú þannig að það reddað málunum, það endaði með því að þessu fíludregnir 300 vingjara sem fengu ekki velunin tóku þátt í því og máli listist og svona eftir það Víkingaklappið bara Víkingaklappið, það bjargaði mér Fyrsta sinn á vínhátíð ég veit ekki hvort að ég verið étin annars bara lifandi þarna upp á sviði, allan að ég hef ekki lappað brosandi með Óskari niður á sviði ef þetta hefði ekki komið til en síðan svona fórum við að fá rosalega marga viðurkenningar á velun þannig að við við skulum þá kannski aðeins stækka svo stækka þetta ansið hægt við erum að framlega í dag 500.000 flaskna og ég reikna með að innan kannski 5 ára verðum við farin að framlega 3 til 5 milljónir flaskna þannig að þó að vanti ansið mörg núlaðna til að komast í hálfkvist við lyfjabransa þá er þetta eitthvað sem er mjög gaman að mín þáttaka yfirleitt að blanda vínin eins og ári og menn taka yfirleitt vikur og mánuði í það, við tökum yfirleitt hálfan dag í þetta og drífum það af en þetta er rosalega skemmtilegu bransi og ég er búin að vera í þessu hér að í 20 ár og hef bara rosalega gaman að Já, trúið því
hvet alla til þess að kíkja á Sernín á lögum og geggjað. smakka þetta Já. Westman One Já. ekki Klikkar ekki? Nei, það kampavinur. Maður sjá sko eitt sem ég langar líka að taka og við fekk margar fyrirspurnir í aðdraganda þáttarins sko bífið við Bjögga svo kallaða Já. Úr frétt árið 2016 Róbert segir að Björgólfur Thor hafi fengið gefins milljarða hlut sinn í Actavis sko Birkir, maður sjá, þú ert með hérna Já, sko, fólk getur náttúrulega bara kynnt sér þetta Já. en þetta svona í grófum dráttum svo ég tekið þetta á 10 sekundum að þarna þú ert náttúrulega fórstjóri Actavis þarna þegar ég kynnist og hann hvetur Róbert til að fara erlendis í Eystrasalti til að kíkja á eitthvað fyrirtæki og meðan Bjöggi í einhverja 2 daga plotta einhverja yfirtöku og því að fannst þetta ekki vel séð, þetta er ekki rétt lesið á mér Ég veist þú verið á nokkuð góðar. Ég held þetta að vera skemmtilegu þáttur samt. Já. En ég skal segja eitthvað samt sögun aðeins. Hún er alveg rétt. Þetta var þannig að hérna hann var búin að reyna að taka yfir deltuna ansi oft og hérna verðmæti farmakóð þeim tíma eins og ég mata og það var mitt mat voru miklu minnin í deltunni. Félagið var raun og veru ekki með verksmiðu sem að voru hæfar inn á neina markaði, voru ekki með nein lifi í þróun þannig. Þannig ég hef búin að segja að ég væri tilbúin að kannski saminast ef að deltur hlutafi myndi eiga 80% á farmakó 20 og kannski tilbúin í 75-25 þá á þessum tíma þá hérna erum við sem sagt með hérna Kaupþing sem okkar viðskiptabanka og hérna hafa reynst mér á þeim tíma alltaf rosalega vel og svo fekk ég síntal frá þeim og þeir sendu mig báðum að fara og ég sagði ég hefði engan á að skoða þetta félag og þess að það væri kunni sem á að kaupa það og hérna hvort ég geti ekki fara að skoða þetta og ég var erlendis í 3 daga og meðan stóð Kaupþinga því að taka við félag með hérna feðgónum. Þannig að þetta svona kannski endaði og blessaðist allt í byrjun og hérna Actavis var alltaf rekið sem listafélag, skráðfélag og hérna og þeir feðgar kannski með enga beina aðkomu þó og þeir áttu þarna tæplega 40% í félaginu og hérna þannig að þetta gekk alveg þannilega séðsamlega og hérna áttum oft á tíðum gott spjall og þannilega að það var engin fjandskapu þannig. Það er svona byrjaði mér að ballið þegar félagið var tekið að markaði og hérna olnbogaskotin byrjuðu og endunum þá hérna fer ég eða bara segja að ég vilja hætta og hérna og það var niðurstaðan. Ég hérna byrja þá í alvogen og hérna þannig að hérna það er nú svona þessi fórsaga sem að kannski hefur aldrei verið sögð í neinum smáatriðum og verður kannski einhver tíma sögð við eitthvað annað tilfelli en hérna svona til að vera ekki að gera eitthvað þunglinda og hlustendu þá held ég að þetta er mjög skemmtilegt að hérna ég skilji við þetta svona en bara leiðir okkar skildu við áttum ekki skap saman ég í sjálfu sér stóð fyrir allt öðruvísi aðferð við að reka félögin mín og voru mörguleiti ólíkir þó einhverju leiti líkir og þessu lauk svona og ég er náttúrulega bara rosalega ánægður og stoltur að vera að reka félögin mín, eiga mín félög og hérna hann er svo sennilega einhvers staðar að gera sitt í Suður Ameríku í símafélögum í dag, skilst mér. Jú, klárt. Já, ekki bara setja punktinn á það. Já, var ánægður með hann fekk svar. Við erum að taka smá. Já, annars hefði þetta fíllinn í herbygginu. Sko, mér langar aðeins að fara í aðra fjárfestingar. Sko, þú ert að tala á hann að þú svona þitt hjarta er í lyfjagerunum. Sko, þú eiginlega svarar þessu áðan samt, þú átt bara hlutabréf í sjálfu, ekki eitt annað hlutabréf. Sko, hefur maður tíma til að vera fjárfestir á sama tíma og maður er forstjóri stærsta félagsins í Íslensku kauphöllum? Nei, maður hefur nefna í raun og veru ekki tími í það. Nei. Og hérna, menn ætla að vera fjárfesti í hlutabréfum eða hverju það sem það er, ef ætlar að vera virkur fjárfestir þá þarftu í raun og veru að sinna því. Og það var bara ákvörðun sem ég tók, ég meina ég er ekki að fjárfesta í öðrum félögum, ég á í nokkru fasteignaverkefnum, það fer í gegnum, ég er með sennilega 6-7 manna teimi á skrifstofu sem bara hefur haldið utan á það og við erum ekki að reka þau félög en svona öðru leiti þá hafa menn ekki tíma nema
eins og í Alvotech það duga mér yfirleitt ekki dagurinn að klára dagsverkið. Nei, kannski eitt úr einu í allt annað, hvað ertu mikið á Íslandi? Ég hef rosalega mikið á Íslandi í sjálfu sér, búin að vera þetta og síðasta ára ég þarf að vera í Bretlandi, ég er búin að búsetta þar í 5 ár, þarf að vera þar í yfir 180 daga. Þannig ég klára þá daga strax, nánast upp á miðju ári og þá fór ég að fljúga þegar tel ekki dagana sem ég kem og fer, þannig að ég fór að fljúga að vakna 5 á morgnan og fljúga 7 og heimdeginum eftir, þannig að það teldi ekki og svo flaug ég yfirleitt allavega eins og nefnir ekki 2 í viku þegar ég var búin að klára 180 dagana. Okay. Þeir mættu nú endur skoða þess að reglu bara umhverfisjónarmiðin. Þetta er merkilegt útlendinga. En sko, fyrst erum komin í aðra fjárfestingar, þetta telst nú ekki sem fjárfesting, en ég kann þér enga sér bestu þekki sem káeringur. Já. Það er ekki fjárfesting. Nei, það er ekki fjárfesting. En sko, þú veist nú eitthvað farin að dara hérna við mósfellingana, herri ég? Er eitthvað til í því? Ég er svona, ég hef alltaf, allt sem ég hef gert til dæmis, þegar ég byggi upp þessi félag, þá hef ég hef aldrei verið ráðin og tekið við fyrirtæki sem er í rekstri. Ég kem að þessu, horfi á þetta og býð til einhverja sýn og byggja eitthvað upp. Og mótlætið sem að þetta og mótvindur sem að maður fær í gegnum það ferli er yfirleitt töluverður og hef haft gaman að það er mikið af því fólki sem að er að vinna með mér í dag, búin að vera hjá mér yfir 20 ár, tekið þátt í mörgum að þessum ævintýrum með mér í gegnum árin. Ég var svona, það sem ég finnst gaman, ég náttúrulega þetta kemur Mosfellsbæ eins og ég nefndi og þetta var nú bara sveit þegar ég fluttið þangað og var að keppa með afturheldingu í hlaupum og langstöðki og hástöðki og öllu, hvað þetta heitir. Það var mjög spennandi að sjá félagi komast upp deild og vera komið deildina bestu núna og þetta var nú svona kannski í þessu spjalli í gær sem hjá Dr. Fútból að hann var ekkert að gefa mér neitt afslátt, en við höfum stutt KR. Það sem ég finnst skipta mestu máli þar, auðvitað er það félag með legacy að hafa staðið sig alltaf vel, auðvitað þó að mótvindurinn hefur greinilega og klálega verið þarna síðustu árin. Félagið samt að halda vel utan barnastarfið, það er virt félag í bæði kvenna og karlaflokkum og þannig við höfum lagt áherslu á að menn sé að styðja við bakið á þessu öllu saman. Og því að það á endunum ekki kannski nema 1% að iðkendum í meistaraflokki. Þannig að það skiptir okkur máli. Og við höfum stutt við KR í körfu og fótbolta mjög lengi, sennilega orðin meir en 10 ár held ég. Og þá ekki bara Alvotech heldur, Alvogen og þessi félög sem ég á, eða hef átt og og ég taldi þetta væri fara að telja slaga á 300 milljón eins og staðin núna og mér skipta máli bara að stiða við baki og þegar velgengur að gefa tilbaka og hvort að það verði KR til lengri tíma eða einhver annar verðum að sjá og það þarf ekki endalega að vera fótbolti en þetta þarf samt að vera íþróttastarfsemi það sem er barnastarf, unglingastarf og hvernig að kalla metið að virtum að hvoru tveggja. Já, ég þarf að koma þér í Smáran. Ég laus þetta þá. Það færði hann ekki. Það var þvert nei það. Sko, en eins og þú segir, tíminn er verðmættur, út að fljúga hingað og þangað út mikið í London, þú ert á Íslandi, þú ert allstaðar og þú, þessar tölur sem við erum að horfa í víngerðinum, við sjáum það ekki einu sinni, þannig að ég spyr mig, það var eitt, ég einhvern tímann viðtal við Ólaf, fyrir fórstjóra PlayStation, Jón Ólafsson, Ólaf Jóhann Ólafsson, já, sem sagt talaði það að það væri svo gríðarlega mikilvæg partur af deginum að hreyfa sig. Nú ert þú í standi, passar alltaf að... Já, að vísu er það, þetta er svolítið þannig að maður reynir að taka kannski 4-5 viku. Ég er búin að hreyfa mig sennilega 25 ára alltaf bara markvist og svona, þú veist, maður var að hlaupa í einhver ár og svo var maður að hjóla í einhver ár og svo var maður að gera þetta og þetta. Maður svona setur sér einhver markmið það líka þó maður sé nú kannski ekki ennþá að keppa enda hefur maður ekki tími í það. En þessi tími sem maður tekur í þetta er raun og veru afgangstíminn sem maður
hendur í sjálfan sig. Já, góð fjárfesting líka. Já, þetta algjört lykilatriði, maður væri á ferð á flugi og í þessum slag að byggja upp þessi félag og allt það og verandi ekki í toppstandi, það bara fer ekki vel saman. Dagurinn langur hjá mér, ég ofta að vinna, byrja að snemma, vinn lengi, álagið gríðalegt, þannig að vera í toppstandi það sem skiptir öllu máli. Hvað gerur helst? Ég að gera núna, ég hef alltaf verið með eitthvað kardió, þannig að ég annarkvort, hef aldrei sleppt alveg hendina á hjólinu, þannig að ég svolítið, tek alltaf eitthvað aðeins hjól heima eða hjól úti, síðan maður bara svona í almennu styrtaræfingum og svo ég búin að aðeins í jóga og einhverju svona, veit nú ekki. Því að það sem gerist með aldrinum að auðvitað þegar menn fara að stífna líka og maður eins og allir sérstaklega fótboltamenn nenni ekki að teygja að verða allur styrðu með aldrinum, það eldi líka maður svo svakalega að nú það komið á dagskrána síðan bara fyrir svona hálfu ári síðan. Að tala hjólið, ég verðum að taka áinu fyrir með riddaraspurningan sem fyrir aðsendu spurningan, það síga á seinni endan hjá okkur. Það riddararnir. Þetta hjólaslis, manstu eitthvað hvað gerðist og ertu ekki bara heppin að vera bara með full FM í dag? Ertu alveg vissum að ég sé með full FM? Ég með sýnist það Jú, ég svakalega heppin. Það sem að þetta svolítið var gaman að þessu ég detti inn í þetta sport og enn og aftur ég orðin fertuð þegar ég fæ fyrsta reyserinn. Og staðið fyrir játtkall hana, hvorki meira en minna ekki satt. Já, við ætlum að keppa, ég byrjaði aðeins í þríþraut en sá strax ég var langt bestur í hjólunum, þannig ég fór bara að einbeita mér að því að vera góður á reiðhjólið, það þýddi að þú þurftir að æfa 15-20 klukkutíma á viku, þannig að þá vaknaði maður bara 4 til að ná að fóra að hjóla í snjónum áður maður fór að vinna. Þannig ég fæ reyserinn þegar ég fertur og þetta bara genetíst hjá mér. Ég bara kemur í ljós, ég var auðvitað í topp formi og hef alltaf verið með rosalega gott kardió, verið góður hlaupari, að greinlega með styrk og úthald til að vera góður hjólari. Ég var að vísa mjög lélegu hjólari að hjóla en ég var bara mjög hraður. Þannig að ég sé það þegar ég fertur hefði sannlega verið frábæri ef ég byrjaði þegar ég var 15 en læt slagstanda og byrja að keppa og að keppa kannski 30 sinnum á hverju sumri og var bara mjög gaman, var í raun og veru bestur í time trial, þar svo bara einn, mátti ekki drafta og þar bara hjóla, að því að það svolítið svona strategi að þú ert að hjóla í hóp og maður svo barnalega, maður kunni ekki alveg strategíuna, held að væri allir vinni sínir og allt í einu fórum menn eitthvað kvíslast og reyndi að stinga mann af og mann þótti það bara ekkert gaman en allavega, þetta gekk mjög vel og við kepptum þetta árið áður í liðamótinu í hálfu jafnkalli og gekk rosalega vel og settum hann að brauta með og var rosalega vindur, þetta var bara ævintýralega mikið rók en ég náði einhverjum meðalhröp á tæplega 39 held ég þessa 90 kilometra og alltaf ekki að taka þátt í þessu árun eftir þegar slysið verður, að því að ég var svona að gæla við að allavega að verða í 3. sæti að því að þetta stigakeppni líka eins og í tímaþraut og langaði að verða í 1 af 3 efstu sætunum í tímaþraut fyrir seasonið og bara overall. Þannig að það var svolítið markmið hjá mér, þannig ég tímdi ekki að vera að hjóla 90 kilometra því að það tekur svo mikið úr manni að ég ætla ekkert að keppa og svo fór maður að fá skeitin alveg út á söðu, ég ætla að bæta tíma en það þurfti ekkert meira, ég fór niður í bara Sundlaug og á Krýsuvík og náði númerið, ég hafði þó maður hjólað Krýsuvíku veginn svo oft þá hefði ég alltaf reglulega hjóla brautin alltaf deginum áður, bara svona til að komast í andlaði gýrin. Það var rosalega fallegt veður, sólin ennþá skínandi og ég hjóla upp snífið það sem að kvartmílu brautin og ég man í raun og veru ekkert eftir mér eftir það og greinlega hjóla í einhverja 2-3 mínútur eftir það og eiginlega með sólina beint í auguna því ég að hjóla niður á móti, sólin auðvitað farin að lækka, það eftir kvöldmatt og mann svolítið ekkert hvernig þetta æxlaðist nema að veit það að bíllinn var stopp út á miðjum vegi. Varstu einn á ferðið? Já.
og sá síðan bara á Garmin, ég var á 47 km hraða og 10 km hraða, það já, svakalegt. og fer í raun og veru 50 km niður í 0 á 0 sekundubrótum og fer bara, ég raun og veru bara smakka á bílinn með hausinn sko, því að þú ert í time trial þá ert með hausinn fremst Já. og ég tvíhryggbrotna og það er óstabilt brot þannig að ef að hryggurum fer eitthvað að nuttast þá ertu náttúrulega lamaður eða látin og sko að hausinn hafi ekki rifnað af, það er náttúrulega bara ástæðan svo að ég var í frábæru formi en líka það hvernig ég í raun og veru kem með hausinn inn í bílinn, ég kem með hann alveg beint á bílinn ef ég hef aðeins verið með hausinn aðeins upp eða aðeins niður, það hef ég klárlega látist samstundis. Þannig að en ég man eftir mig bara fyrst í sjúkrabílum, það tók á klukktíma samkvæmt Garmin, að því ég sé bara síðan Garmin tæki var alltaf með mig greinlega og ég sé bara allt í einu fara á stað, það er klukkutíma eftir að slísi gerist og ég rangaði í sjúkrabílum og ég var bara vissum að ég var samfara ég var komið til himna ef að verkirnir hefði ekki verið eins og voru, ég var sambúr uppdópaður sko og var náttúrulega tvíhryggbrotinn og frekar illa farin bara allstaðar og ég fer upp að gjörgæslu, ég man ekki hvað lengi þar held ég 9 daga eða eitthvað, svo ég rúmleikjandi bara í 90 daga og það tók cirka 90 daga og þá var það þannig að ég var búin að ná samningu við Hospir 300 milljónir, þeir voru alltaf að hringja í mig og spyrja hvernig gengi og ég var búin að segja við Stínu aðstofakonu mína okkar konu að veri ekkert útskýra þetta alveg í smáatrum og þeir skildu aldrei okkur, ég var aldrei við í 3 mánuði og orðnir hálfmóðgæðar að vera aldrei við kallir og hendi að $300 milljónir en þetta var rosalega erfiðu tími, þetta var alveg óstjórnlegi verkir í langan tíma næstu jafnvel verra að þurfa að liggja kyrr á bakinu í sko 90 daga af því að það átti uppalega að steypa bara hrygginn saman og skilst mér, það var ákveð að hætta við það bara á síðustu mínútu og ég var settur bara í spelku og látið liggja kjur af því að sko hreyfigetan hefði alveg farið ef að hitt hefði verið gert. Hitt svona aðeins meira risk, ég menna þú ert ennþá með þá spelku en það getur verið hreyfing á hryggnum þannig að eina leiðin var að liggja í rúminu bara 90 daga og bíða og maður svona maður sofnaði svona klukkan 11 og vaknaði klukkan 6 var með iPad alltaf fyrir ofan rúmið þannig tók maður svona kortir að vera alltaf blóðlaus og setja maður hendurna niður og beið sko og en dagurum var alveg skelfilega lengi að líða. Það var svona mínútur voru eiginlega bara dagar sko. Þetta svakalegt. Já, þetta var svakalegt. Hefur ekki pælt í að þegar þú varst þarna blóðlítill, þetta er búin að vera kortir eðbandum, það er ekki bara hringið eitthvað, getur þú kannski kíkt á þennan sem var á þessum bíl að það fyrir fram með það? Nei, það hefði verið auðvelt að vera svona af hverju ég og vera reiður og brjálaður og af hverju þessi bíl bara stoppa þarna og skilst að það hefði verið að opna fyrir að fara út með hundin og eitthvað og það var bílastætt að leggja 7 metrum neðar en þetta er bara eins og slísin gerast, það er eitthvað sem klikkar og viðkomandi sem var á þessu bíl ég við það ekki tíma, það hefði verið einhver ástæði fyrir að stoppa þarna og það er bara eins og það er. Hausinn er 110% í dag, er skrokkurinn 100%? Hann er svona, ég held honum í þokkalögu gangi, ef ég er ekki að teygja og er ekki næ ekki að stinga mér í gimmið svona helst ekki mikið minna heldur annað hver dag þá get ég farið svolítið hressilega í bakinu. Já. En það gerir svona kannski 2 ári, 3 ári og ég er alltaf með verki en þetta er svolítið skrítið með verki, svona viðvarandi verki, þeir ekkert verið að betri, maður bara gleymið þeim, maður hættir að hugsa um það. Já. Ég er ekkert að pæla þeim. Nei. Þetta er þetta magna, við erum komnir í rittarspurningar þar, það síðastu leiðurinn Já. Svo er það David Jones, fyrir þá sem eru á ferðalagi, þá eru döðlurnar frá David Jones sturlaðar sem millimál, það er bara sturlaðar sem millimál punktur. Golfpókan, geggjaðar. Já, líka fyrir þá sem eru nammibindindi, þá er David Jones ákveðið hacks og svo er Sour Watermelon á leiðinni. Sælas. Rosalegt. Bónus, ég fekk spurningar í vinnunni í dag, hver er réttu mánaðaris? Ég har bónus í dag, í þessum mánuði, ég bara... Hver er það? Það er humarsúpa á 1698 krónur. Fyrir lítir? Já, og það sem er líka gott að gera er að svo kaupir þú bara
eitthvað frosið dæmi skilur og bara setu sjálfur í súpuna sko. Já, Þetta er þvæla. skelfisk, Já. hoppidisk, wow. Eða bara meiri humar Frumherji, bifreiðaskoðun, ökupróf og margt fleira. Nú þarf hlustendur með einn í endastaf, þeir þarf að vera tæknalegur. Heldur betur. Einn í endastaf Þú fer að koma 25. Já. Kemi, rafgeimar fyrir fólksbílinn, atvinnutækið, mótorhjólið og önnur hobbytæki, vetrartækin, þau fást í kemi.is, Tunguhálsi 10. Hemmi. Takk fyrir kjalla. Daniel Helgason, fjárfestir, hann ríður á vaðið og vill hæla þér fyrir djörfung og framsýni. Takkaði Daniel. Við held ég tökum heilsugar undir það. Jú, gerum það. Hann var bara með eina spurningu, það var þessi. Hann var kannski með einhvern nafnlisvarðan og hann segi ekki neitt. Já, sjá til. Nú að sjá, hvort myndur vilja taka sjómann eða boxbarda til að útkljá málum með Björgólf Tór í eitt skipti fyrir öll, spyr Ívan Þráinsson. Hann er svo helviti bölkaður maður. Þannig að ég held að ég myndi aldrei vinna þar og held ég geti unnan í bóksi. Já, láta það gerast takk. Ég held að líka að væri svo gaman fyrir ykkur hina. Ég held að kveikja. Ég myndi kveikja því. Það er alveg klárt. Arnar Ingi spyr, hversu góður ertu í skák? Ég er ekki að monta með því. Ég teldi mikið svona sem gutti eins og bara allir gera af og ömmu og mamma og pappa Jú. og allt þetta. En ég var ekkit svakalega góður. En ég kann mannagangin og geta alveg telt sko. Já. Sérðu fyrir þér að stækka við í vínbransanum, spyr Birgir Ari? Við vorum nú að tala um það. Já, vínbransin er að stækka bara sjálfstæðum. Við náttúrulega fengum Kallu þarna með okkur og það er rosa spenningur í kringum þetta. Í raun og veru mjög gaman að heimsækja svæðið. Já, við erum að gera það. Við erum með mjög fallega vinkjallara, það eru verslun þarna, verður komið veitingastæður þarna næsta vor. Þannig ég reikna með þetta muni stækka og við munum fá fleiri svona skemmtilega kannski aðalega til liðs við okkur, fleiri en Kalljó á næsta ári. Já. Katvínið. Það er verið klárir. Birgir Valur spyr, hver er þín mestu mistök á ferlinum sem þú lært ótrúlega mikið af? Þessi góð. Í gamla reyndum. Ég gæti ekki einu svona reynt að ljúga því að glitniskaupin mín fór ekki þau verstu en það kom sér verstu viðskipti ásins að hafi verið selt svo hugmynd að banki að verið frábælega fjármagnaður og svo fer hann á hausinn mánuði sinna. En það er enn og aftur, ég meina, það er bara eins og hlutið dreifur, maður var ekkert að eyða tími í það, maður var bara ansi blankur og þurfti þá bara að byrja að hlaupa auralaus upp á nýtt. Já, einmitt. Halldór Gröndal spyr, Martin Skreli sem hækkaði verðið á lyfinu sín úr $13 í 750 per töflu, siðlaus eða snillingur? Algjörlega siðlaus. Svona gera mann bara ekki. Nei, þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Já. Þetta er eiginlega eins og hækka mataverð til litlu barnan í Afríku. Sko. Já, eða ekki? Jú. Maður gerir ekki svona. Hvað gerir þú til að halda þér svona huggulegum? Huggulegum? Ég tekin lýsi, svo fer ég í gimmið. Tekur þú húmýra? Nei. Ég sem betur fer hef ekki þurft að taka lyf og segi sem betur ver því að þetta eru lyf lífsnauðsynleg og fyrir þá sem að greinast með krabbamein eða slæma sjúkdóma en ég líka jafn ánægður þegar fólk þarf ekki að taka lyf og enn og aftur ég hef verið í svakalega góðu formi og er ennþá mjög góðu formi þannig að það er nú svona kannski það sem að kannski hefur haldið með unglegum. Ég hef náttúrulega alltaf verið mjög unglegur og til dæmis, ég held ég hafi eiginlega aldrei nota krem á ævinni. Ég hef sett á mig sólkrem í útlöndum, ég bara hef aldrei nota krem. Tekin lýsi, reyni að sofa þegar ég kom upp í rúm. Já. Og svo er ég búin að vera 25 ár í gyminu. Glósaði þetta, takk. Já, skrifa þetta hjá okkur. Já. Ég er alltaf að reyna að finna eitthvað dýrt gott krem. Nei, engin krem. Gísli Þór spyr, hvað er að skemmtilegast að við eiga penning? Mér finnst þessi aldrei góð. Og hann tekur vínegra, einkaflugvélar, hvað er það? Ég held að eins og ég hef hort á svona mitt success, þá skiptir mestu máli að fólk sé bara hamingjusamt, almennt. Og ég hef ekki séð marga eitthvað súper hamingjusama sem eiga fullt af peningu, sko. Ef bara farið inn á slúðu gulupressuna
þá er fólki sem á fullt af peningum sem alltaf að skilja og alltaf í einhverju vesinu og alltaf í einhverju leiðindum. Þannig að þegar ég sæki í það sem mér finnst skemmtilegt og svona hamingjuna, þá frekar ég að leita inn á við. Ég náttúrulega á heilt körfuboltalið af börnum, með 2 stjúpbörn og 4 börn sjálfur. Yngsta sennilega orðin 16 mánaða. Já. Ace, sonurinn, hann 5 ára. Líður allar svo dagur sem að hann vill ekki að ég fara út að veiða, alveg sama hvort það sé í drullupolli eða nýr á bryggju. Ég endaði síðasta sumar að veiða við sólfærið og frúin sagði hvað ertu að fara að veiða og ég var með einhvern rækjuspónu. Ég segi ég ekki að vera að veiða neitt, ég bara að gera það sem ég ger alltaf að henda einhver út. En við feðgarnir náðum lax í öðru kasti við sólfærið. Já, í alvörunni? Já. Þannig að ég hef ekkert á móti peningum. En ánæginn kemur ekki þaðan, ég get alveg lofað því. Ef menn ekki ánægð með sjálfa sig og lífið og það sem ég gera, þá ekki pening að fara að hjálpa því. Ég er gaman að fljúga enga þóttu það alveg gaman, sko. En það ekki það sem gefur lífinu gildi. Nei, einmitt. Nei. Hvar sérðu þið eftir 10 ár, spyr Gunni í Autocenter? Ég vona að ég verði bara komin í retired, þá ég komin á traktorinn í Frakklandi að tjekka vínegrónu sem eru með oflítið á nullum í að ég sé að sinni í dag, ennþá með fullt af grísum og barnabötum. Ég að vera afi fljótlega. Já, fyrsta barnabarnið, þannig að ég sé fyrir mér að vonandi að vera búin að taka mest af kúfina af vinnunni og bara komin í að slaka á í sveitinni, sko. Trúir þið sjálfur? Kona mín trúið ekki og trúið enginn. Ég reyna að selja mér það hugmynd. Algjörlega. Birkir, ég nú eiginlega bara... Já, ég held að sé bara tendir. Það er kannski bara loka spurningi, Róbert. Þetta búið að vera frábært. Takk kærlega fyrir komuna. Kannski bara eitt ráð til ungra hlustenda sem að vilja ná langt í lífinu. Já, ég raun og veruð ég sagði þetta við í öðru viðtali sem ég var í gær. Ég meina, ef menn hafa drauma og menn það geta allir látið draumana rætast og ég sagði frá því í gær að í öðru viðtali að ég hafi og að kenna einu svona ári, 2 ári í Harvard, Columbia og það alltaf spurt hver myndi hafa gert það sem að hann gerði, sem sagt búið til félög, enga pening, alltaf með sína gera stærstu og bestu félögin og það yfirleitt aldrei neinar hendur á lofti. Og þetta samt bestu og svona þeir nemendur sem að komast inn í skóla sem mjög framalega og ég svolítið gaman að sjá það en það sem að ég held að skipti mestu máli að láta draumana rætast að trúa því að þú getur raunverulega gert allt sem þú vilt. Auðvitað þarftu að hugsa hvernig þú ætlar að gera það. Ég meina ég var auðvitað fyrir löngu búin að ákveða það þó ég ætlaði fyrst að vera læknisfræði að ná langt samaðu hvað ég myndi starfa og fljótlega var ég svona farin að hugsa hvernig ég myndi gera það og leiði ég fyrir lyfjabransa þá var alltaf og engin spurninga ég ætlaði að búa til alþjóðlegt félag eins og ég nefndi áðan. Þannig að ég held að menn þurfa að hafa trúa sjálfu sér, finna eitthvað sem að menn telja að geti skipt máli. Yfirleitt það ekki að endalega finna eitthvað upp. Það ofta að gera bara eitthvað betur sem búið að vera til. Því að margir hafa spurt með, þarf maður ekki að finna upp eitthvað nýtt, einhverja nýja geimflug, það ekki þannig. Menn geta komið með nýjungar alveg sama í hvað gera þær eru. Og svo þetta bara að gefast aldrei upp, hafa trúa sjálfu sér og fá fólk með sér. Róbert Westman, takk fyrir frábæran þátt og takk fyrir komuna. Já, bara takk fyrir boðið. Já, þetta var mjög gaman. Takk.